ætlum að fara yfir verkefni 3 en verkefni 3 keimlíkt verkefni 2 að því leyti að við ætlum að nota áfram Hono, við ætlum að nota áfram TypeScript og við ætlum að nota áfram SOD. Það sem við ætlum að bæta við núna í raun að vera ekki að skrifa sjálf SQL queryunar, heldur ætlum að nota tól sem heitir Prisma og Prisma þannig að við skilgreinum hvernig gagnagrunninn okkar að vera og Prisma svona sér það fyrir okkur. Það svona managed ORM. ORM verandi Object Relational Mapper. Hann tekur eitthvað úr relational grunn og hann mappar það fyrir okkur úr gögnunum okkar. Það að segja, ég ætla að vera hérna með töflu sem tekur við þessu og í kóða sendi ég bara inn object sem þá að representa það sama. Og með TypeScript og SOD getur við passað upp að boolean gildi mitt í gagnatæginu mínu verði boolean gildi í gagnagrunnum mínum. Og svo Prisma með ekki bara adaptera fyrir Postgres, heldur líka fyrir MySQL og einhverja fleiri gagnagrunna. Þannig að við fáum svona lag sem á milli okkar og gagnagrunnsins og gerir það verkum að við getum í raun auðveldari hátt. Það aldrei ókeypis, skiptum í raun úr Postgres yfir í MySQL eða eitthvað svoleiðis. Og svo ætlum við líka aukalega að búa til vefþjónustur til þess að vita hvernig við gerum það og tengja það allt saman við þetta. Og bara svo að það sé alveg kýrskýrt, það þarf ekki að setja neitt viðmót eða útlit. Þeir eru bara að fara að búa til vefþjónustur í þessu. Verkefni 4 mun snúast það að búa til síðan viðmótið sem ofan á þessar vefþjónustur. Þannig að þið munið halda áfram annarkvort með ykkar verkefni eða nota sýnlausnina frá mér til þess að búa til í verkefni 4. En það sem að hérna í raun að þá þetta, við erum búin að tala um þetta get á eitthvað. En núna ætlum við að gera vefþjónustur og þá eru vefþjónustur eingöngu að eiga sér stað yfir HTTP-köll. Og það þá svona restful þjónustur. Þannig að við ætlum að segja, við erum eitthvað viðmót sem að skilar okkur lista af höfundum. Að við ætlum að búa til svona lítinn fréttavef. Það sem eru höfundar og fréttir. Og fréttir eiga höfunda og höfundar eiga sér nafn og þeir eiga sér e-mail og eitthvað. En við ætlum að gera hérna, ég sæki einhverja höfunda. Og ef að það allir góðu, þá fá ég 200 OK og lista af höfundum á JSON-formi. Ef ég sæki einn stakan höfund, þá ger ég get á authors ID. En svo ætla ég að búa til nýjan höfund og þá posta ég á authors og ég fæ tilbaka 201 created og hérna þarf ég að senda inn JSON-gögn fyrir höfundin. Þannig að við erum ekki lengur að búa til eitthvað form, heldur erum við bara að vinna á JSON-formi. Við sendum inn JSON-form og fáum tilbaka eitthvað á JSON-formi. Svo ætlum við að uppfæra og þá notum við put aðferðina og uppfærum author. Og hérna ætlum við að skila 400 eða eitthvað bad request og hérna ef hann ekki til höfundurinn þá skilum við not found og svo 500 ef það einhver villa, bara svona almenn villi meðhendun hjá okkur. Og svo ætlum við að nota delete methodið til þess að eyða höfundi. Þannig við erum bara að búa til þessar krödd aðgerðir í gegnum vefþjónustuskil. Og ég gef ykkur þetta, þið gerir slikt sama fyrir þessar fréttir. Það bara mjög sambarlegt. Svo ætlum við aukalega að vera með svona paging sem við ætlum að skoða þessi næsta tíma. En það í námsefninu sem fyrir næstu viku. Nei, það þessari viku, þannig að við erum með það hérna. Þá dæmi þetta. Og það dæmi sem hérna. Hérna paging, hvað það og þetta bara nokkurn veginn það, ef ég með gagnagrunn sem með 100 milljón færslur og ég segi get á færslunar, þá erum við aldrei að fara að skila 100 milljón færslum yfir vírun til einhvers notanda, það alltaf mikið af gögnum. Þannig að í staðinn þá segjum við búin til síður, það sem við segjum fyrst ferðið fyrstu síðu, hún færsla 0, 1, eftir hvort við horfum að 0-index eða ekki, að 20. Svo það 21 til 40, 41 til 60 og þannig erum við með page við í gegnum risastóra gagnasætið okkar. Og svo hérna dæmi, þar sem að það kannski aðeins úr sér gengið, það svona, en það samt sem að við verið að hérna búa til hérna eitthvað paging dot sem ég geti kíkt á.
en við munum fara sérstaklega yfir þetta í næsta tíma. Ok. Svo ætlum við að sækja fréttirnar eftir slug, sem þá eitthvað sem við gerðum aðeins í verkefni 1, sem þetta ef að fréttin okkar heitir ógurleg eitthvað, þá það ógurleg bandstrik ett kvat. Við fjarlægum alla íslenska stafi, alla séríslenska stafi, alla ekki ASCII stafi og búum til í raun bara sem svona passar vel í slóð. Svo ætlum við að setja upp Prisma til þess að vinna með gögnin og núna ætlum við að setja upp smá svona seed, þess að við ætlum að búa til gagnagrunninn og við ætlum að seed honum. Við ætlum að setja inn í hann einhver grunn bullgögn í okkar tilfelli, en þið getið ímyndað ykkur að þið væri með eitthvað og þið væri að setja upp nýjan vef fyrir eitthvað fyrirtæki, þau eru með gamla vefinn og þau eru að flytja yfir gömlu fréttasamnið sitt. Þá þurfum við að finna fréttasamnið þeirra og sýta nýja grunninn með gömlu fréttunum. En við ætlum bara að búa til mjög einföld gögn í þessu tilfelli. En það í raun svona seeding sem ég ætla nú að vera með vísa hérna í Prisma seeding og bara Prisma almennt kannski. Ég held ég með hérna uppi. Hérna. Já, skoðum þetta aðeins út. Þannig við ætlum að búa til 34 höfunda og svo minnstakosti 11 fréttir, þannig að við í raun hittum á að við erum með paging. Við þurfum að pagea yfir á til þess að geta séð allt, þannig að það að minnstakosti 2 blaðsíður á gögnum hjá okkur. Og svo ætlum við að nota SOT aftur til þess að staðfesta gögnin og þá það hérna fyrir höfund, þá verður að vera nafn sem ekki tómustrengur og eitthvað hámark, netfang eitthvað hámark. Þið þurfum núna að skoða bara SOT hvernig við gerum það og sama fyrir frétt. Innsláttarvilla, titil, ekki tómustrengur, eitthvað hámark. Vá, það allt út í einhverjum innsláttarvillum hérna. Inngangur, útdráttur, ekki tómustrengur, eitthvað hámark. Og þetta þá það sem við myndum sjá til dæmis ef við förum á hérna. Þá útdrátturinn þá reyndar ekki mikið nota hérna og ekki heldur hérna. En þú veist, það væri þá textin sem hérna fyrir neðan. Svo ætlum við að vera höfundur og það þarf að vera vísun í höfund, þannig að höfundurinn þarf að vera til og þá þurfum við að skoða hvernig búum við til tengingu á milli tveggja taflna, að við erum með höfundatöflu, höfundurinn á sér eitthvað ID og svo erum við með frétt og þar erum við með author ID og author ID þá lykill, eða vísar yfir í lykil í höfundatöflunni og þá í höfundatöflunni ID primary key og í fréttatöflunni hann foreign key. Það að segja, við pössum upp á að það sé hérna man ekki hvað heitir. Það í raun, við notum relational gagnagrunn til að tryggja það að þetta relation til. Þannig að þetta þú veist, við segjum bara að þetta verður að vera vissulega rétt þannig. Og svo þá munum við lenda í því að þið reynið að eyða höfund en þá á höfundurinn eina eða fleiri frétt og hvað gerist ef ég eyði höfund þegar hann á frétt og þá þarf að taka afstöðu til þess og það raun 2 eða 3 leiðir til þess. Við segjum bara eyða höfundinum á öllum fréttunum sem að skrifaði. Við segjum banna það að eyða höfundinum eða við segjum eyða höfundinum en færa alla fréttinar yfir á einhvern annan höfund. Þannig að þú veist, þetta svona leiðir til þess að eiga við þetta. Svo svona laumi 4. leiðin soft delete sem í raun að við eyðum engu, við bara merkjum það deleted. En við ætlum ekki að fara nánar út í það hér. Og þið megið í raun bara vera með cascading delete. Sem segja að við deletum höfund og þá deletum við öllum fréttunum sem hann tengdur. Svo ætlum við þess að huga öryggi og það aðalega bara að við ætlum að skrá í gagnagrunni með réttum hætti. Ef við notum Prisma clientinn þá þarf ekki áhyggjur af þessu af því að Prisma clientinn passar upp á SQL injections. En þið ætlið að nota XSS pakkan til þess að passa upp á að það sé ekki sett inn XSS sem þá cross-site scripting sem það að ég skrifi script alert 1 og þá fari það inn í gagnagrunni þannig og einhver birti það að þá komi óvart eitthvað JavaScript upp sem á ekki að gera. Svo ætlum við að halda áfram að nota TypeScript og
nota típur og skilgreina þær eins og þarf. Við getum notað införa típurnar út frá hérna SOT-skemanum okkar. Það getum við líka notað þegar við erum að senda inn í föll. Ekki nota any og forðast að nota as. Kannski tökum snúninga því núna bráðlega. Hvort ég hafi eitthvað til hana, en já. Og svo aftur bara ESLint, skrifa minnst 2 próf, bara góður vani, setja upp í render eða álíka. Þið getið sett þetta upp í Neon ef þið eru búin að setja upp í render, og þarna getið þið líka lent í því að render eru með hámark, þannig að þið eru með eitt verkefni og þið viljið setja upp annað, og ég held að þið getið það ekki núna. Þannig að þið kannski geymið það, og ég bið dæmendumkennaranum að spýta í lófana við að hérna fara yfir, þannig að þið getið þá eitt fyrir verkefni til þess að getið sett upp næsta. Og já, annað er eins. Verkefni 3.